Ég segi að svona kynferðisbrot svona brot og valdníðsla, hún eins og heilaþvottur. Hún fer inn í kjarnan á manni og þú breytir því ekki svo auðveldlega. Þess vegna kannski líka einmitt að segja frá þessu núna við þig. Það er búin að vinna vel í mér í 8 ár og þá get ég kannski sagt að þegar ég var að byrja að vinna úr þessu, að byrja að segja frá þessu, það var eins og að fara gegn bara mér sjálfri, gegn eðlisávísunum. Það var svona, ætla að fara að segja frá einhverju slíku, það var, og líka það ómaði alltaf hérna röddin hans pabba. Ef þetta kemst upp, þá úti þig Guðrún Ebba. Og það í rauninni hefur setið í þér allan? Það setur, það hverfur kannski aldrei alveg. En á samhátt með jólin eru sunnudagarnir. Já. Sunnudagarnir hafa alltaf, ég náttúrulega ótrúlega dugleg kona og hörða á mér. Og ég vissi ekkert að mér líði illa. Ég var ekkert að hugsa, já, nú líði mér illa því það sunnudagur. En sunnudagarnir voru erfiðari en aðrir dagar. Hvers vegna? Á sunnudögum, við getum kannski sagt þess svo að sunnudagar eru þetta líka aðal annað tími, helgarnar, presta. Og pabbi náttúrulega sá fyrirferðarmesti á heimilinu og þetta heimilislífi snýri svolítið mikið í kringum hann. Og við getum kannski sagt þess svo að sunnudagarna ákveðir hámark, hans vinnu og hérna og ég fór í barnamessu með honum á sunnudagsmorgnum og áður en hann var prestur í Bústaðakirkju þá fórum við í stýrimannsskólann og mér fannst náttúrulega, ég mjög sérstök að vera með pappa þarna í barnamessu og þegar hann fór að vera með barnamessu og þær voru fyrst í réttaraskóla og salur var troðfullur af börnum. Börnin sátu í stólunum og þau sátu á gólfinu fyrir framan hann og þarna var pabbi með Jesú myndir að segja sögur af Jesú og ég var dóttir hans og pappastelpan og líka þessi sérstaka frumburðurinn eins og hann sagði líka hvað gæti ég beðið meira þetta var alveg fyrir mig var þetta, ég var náttúrulega mjög merkileg manneskja og svo fórum við heim og svo fór ég mjög oft í guðþjónustu líka eftir hádegi klukkan 2 og horfðir á hann messa? Horfði á hann messa, horfði á pabba minn vera að vinna fyrir Guð. Já. Hann og Guð runnu svolítið saman í eitt. Og svo hefur vantarlega, og það líka svona eftiráskýring hjá mér og líka skýring sem ég gaf mig þegar lítil barn, að svo kemur eitthvað svona spennufall hjá pabba. Og það var einmitt stundum á sunnudagskvöldu sem að hann lét mig vita að ég ætti að koma niður á klósett til hans. Og heila leikinn sem byrjaði með barnamessunni og hann hrynur einhvern veginn niður. Og þetta eru svo rosalega miklar mótsagnir. Að eftir situr einhver vond tilfinning sem tengist þessum vikudegi. Þannig að andstæðunar þú byrjar í messu, barnamessu, horfur á pappaðinn messa og tala Guðs orð. Já, horfa á hann vera í guðþjónustunni fyrir fullorðna fólki. Pabbi var gríðarlega vinsæll, velmetinn, fólk þyrfti staðanum, hann var með margar nýjungar, hann var vinsæll í æskulýðsstarfinu og skerist þetta á kvöldun líka. Og hvað get ég gert sem lítið barn? Þessi maður sem í vinnu fyrir Guð, dáður og virtur, hann kemur svona fram við mig, það getur ekki verið að segja eitthvað að honum. Eina skýring sem ég hef verið að það er eitthvað að mér. Hvar mamma þín á meðan á öllu þessu stendur? Já, það auðvitað ekki mitt að svara því. En það er ekki, þú getur kannski reynt að setja því í þau spor, að það eru ekki auðvöld spor fyrir móður að heyra dóttur sinna að segja frá því sem ég hef sagt. Ég held að þetta hræðilegasta sem maður getur upplifað. En hefur svona reynt að sjá það í einhverju samhengi? Já, ég hef gert það. Og hvernig upplifur hennar stöðu í gegnum hennan tíma og hafði hún einhverja vitneskju það sem átt sér stað? Það ekki mitt Þórhallur að segja það. Það hennar að segja það en ekki mitt.
Og það sem ég get sagt að þetta eitt af hræðilegasta sem nokkur móðir þarf að upplifa. Það að heyra barnið sitt, þá hún sé fullorðin kona, segja frá slíkum afbrotum. Og konur sem búa við ofbeldi, þær eru ekki í stakk búnar að verja börnin sín. Sumir segja að móðurástin sé sterkasta afl sem til er. Ég hef heyrt fólk segja að aðeins alkoholismi geti eyðilagt það. En ég segi vald og kúgun getur líka eyðilagt það. Og þar með ég ekki að segja að móðir mín eða aðra mæður elski ekki börnin sín, ég alls ekki að segja það. En kúgun og valdnísla getur komið í veg fyrir að móðir jafnvel verji barnið sitt. En hann beitir þig bæði valdi og hann kúar þig? Hann beitir miklu andlegu ofbeldi líka á heimilinu. Og það almennt á heimilinu, það gagnvart öðrum fjölskyldumöðlum? Já, en ég hér til að tala mína sögu, annars á bókin fjallar mitt líf. Það annar að segja þeirra sögu. Það ekki bara að faðirinn hafi misnotað heima fyrir, hann fer með í bíltúra. Já. Ég veit ekki hvað ég var nákvæmlega gömul og ég veit ekki hvað það gerðist oft, en þetta gerðist að vetri til. Og ég man ekki hvernig það byrjaði. En hann, kannski ég verið 11 ára, ég veit það ekki, 12 ára, ég veit það ekki. En allavega hann kom heim svona 5-6 og mamma var að elda og sagði ég ætla að fara með Guðrúnu upp í bíltúr. Og þá segir enginn neitt við því. Ég man að ég hugsaði stundum eftir nokkur skipti, mamma spurði hann af hverju. Segðu við hann að Guðrún bara að læra eða hún þarf að hjálpa mér í eldhúsinu. En það gerist ekki þannig. Það fór hann með bíltúr. Mjög stutt. Talaði mikið á miðan. Og svo stoppuðu við þarna í næsta nágrenni. Sem hann kom fram í lesi. Já, hann gerði það. En þetta samband, hann alltaf að vinna með tilfinningaðinnar, ástina í orðum og þú segir til dæmis frá Lundúnaferð sem þið farið saman í og þar upplifur að hann leiði þig eins og þið væru kærustupar og hann kemur fram við í rauninni eins og þið séuð eins og þú sétt ástkona og þú ert bara barn. Ég veit það. Þetta eitt af því sem samt sem áður fór aldrei alveg úr minningunni. Þessi tilfinning að það eitthvað á milli mín og pappa sem enginn veit af og þessi minning úr að þegar við vorum að ganga og svona leiðast eins og kærustupar í London. Ömurlegt. Sú minning fór aldrei alveg. En þessi kjarkur sem þú færði, 16 ára gömul, þú nærlega stöðvan þegar hann kemur inn í herbergið þitt og þá kemur eitthvað yfir þig, einhver styrkur sem að... Það kemur styrkur sem ég hef getað leitað til aftur núna, einmitt sérstaklega þegar ég þurfti að standa í hárunálum, núna þegar ég fór í áfengismeðferð 2003. Eða svona virkilega standa með mér gegn honum, 16 ára gömul. Ég held að ég hef verið 16 ára, ég man það ekki, og finnst eins og það hafi verið sumar eftir landspróf. Og þá vorum við bara 2 heima og mamma og systkini voru held í sumarbústað hjá vinkonuna mömmu. Og ég farin að sofa, hann hafði verið starf í burtu og hann var drukkinn og hann kemur inn og ég fékk í mig einhvern kjark og kom hann út úr herberginu og sagði bara farðu út og ég veit ekki hvernig ég gerði það. Hann gekk bara einhvern veginn fram að mér, ég var þarna leiðin í menntaskóla og ég átti að fara að hafa mér svo smástelpa með honum og það var enginn heima þannig ég gat látið heyra í mér, þú þurfti ekki að passa upp á það. Og ég fekk eitthvað kraft til að koma honum út. Og koma honum út úr herberginu mín. Þú segir söguðinn núna og margir spyrja hvers vegna satt mig ekki kyrrt liggja og hvers vegna verið að sverta minningu látinsmanns. Þetta hefur heyrt? Að sjálfsögðu og þetta er ekki eitthvað sem ég hef stefnt að. Ég hef
hins vegar alltaf, og það sem sótti mjög mikið að mér var auðvitað framkoma pappa gagnvart öðrum, sérstaklega gagnvart konunum 96. Og mig langaði svona sína stuðning minn gagnvart þeim. Og mér fannst líka einhvern veginn mikilvægt, og mér finnst mikilvægt, að allir gerir sér grein fyrir því að svona eru afleiðingar kynferðisofbeldis og svona það, svona hrikalega falið líka, og að það geti allir ef það sé enginn, sko, það ekki hægt að segja já, ok, hann prestur, þá getur hann ekki verið kynferðisofbrotamaður. Hann var nú kosinn biskup, þannig að það getur það ekki verið. Mér langar líka að við lærum að þessu. Og það líka annað, þú segir að sverta minningu látins mann sem, sko, vissulega hef ég veltið fyrir mér og ég hef heyrt það. En hann sá að sverta sína minningu sjálfur. Ég í rauninni ekki að gera það. Og ég hef þá trú að að við eigum að nota sögu eins og mína til þess að læra af henni. Og það enginn að nota mig, ég tek mínar ákvarðanir sjálf og ég reyna að fylgja minni sannfæringu og ég hef hugsað allan tíman. Það verður að koma eitthvað gott út úr þessu. Þetta hefur verið svo mantra hjá mér. Það verður að koma eitthvað gott út úr þessu og ég trúi því ennþá. Því að þú minnist á atburðina 96 og þá þetta nú allt saman líka mjög mótsagnakennt sem að þú hluta til búin að lýsa. En það sko, þú berst fyrir hann í biskupskjöri. Bæði 81 og síðan þegar hann verður biskup 89, síðan koma ásakanirnar 96 og alltaf berstu fyrir pappaðinn og það kannski það sem þessna eiga menn og fólk almennt erfiðast með að trúa þessari miklu umbreytingu. Í hverju, ef þú bara reynir að skoða þetta nú tilbaka, í hverju fólst þessi barátta? Sko, alveg frá því ég þarna lítil, ég að vernda pappa. Ég að passa upp á að komast ekki upp. Og það hljóma náttúrulega fáránlega. Það hljóma fáránlega, einmitt þegar fólk segir, betur reyndur ekki að segja einhver frá því. Segja frá því, nei. Og þegar ég fullorðin þá þetta vandlega loka niðri. Vandlega. Og ég nota til þess ýmis meðal að halda því niðri. 96, þá koma þessar ásakanir. Og ég bara leit á það sem mitt hlutverk þá sem endranær að vernda pappa og vernda minningarnar og vernda það sem hann hafði gert. Ég gerði það ekki meðvitað, en mér fannst þetta sko, það var meðvitað, fannst það að vera hlutverk mitt að vernda með öllum tiltækum ráðum. En telur þið núna að hafa verið að vernda þig? Já. Ég var bara að passa upp á að þetta kæmist ekki upp, eins og ég hafa alltaf gert. Passa upp á það alveg sama hvað afleiðingar það hefur fyrir mig og hvernig ég hef sko eyðilagt margt fyrir sjálfum mér. Mikilvægast af öllu að halda þessu rækilega og kyrfilega last niðri. En þegar þessar ásakanir að faðirinn hafi beitt konur kynferðislegu ofbeldi og þarna koma 3 konur fram 1996, kom aldrei einhver efi í huga þér? Hugsaður aldrei með þér, þetta satt? Jú. En þú vildir ekki? Mér var svo sama hvort þetta satt eða ekki. Þetta hljómar auðvitað mjög, það kemur nú ekki mjög vel út fyrir mig að segja þetta, en ég hugsaði þetta þannig. Og ég hugsaði með mér, ég vissi alveg hvernig pabbi var gagnvart konum. Hann fór yfir mörk á konum og hann hafði náttúrulega haldið fram hjá móður minni. Það var ekki mikil hindamál. Mér grunaði alveg að hann hefði gert eitthvað, en mér fannst ekki að þetta gera þetta. Mér fannst að þær ættu að láta kjurt liggja eins og ég hefði gert sjálf. Og mér fannst bara að þær vera að eyðileggja fyrir honum og fyrir mér og fyrir okkur. Og það litla, við ræddum þetta mjög lítið, það litla sem pabbi sagði var að þær hefðu örugglega orðið fyrir einhverju þegar þær voru ungar og þá misskilja þær alla hluti. En ég sagði náttúrulega... Og þið stóðu saman í þessari baráttu? Já. Það var náttúrulega ekkert að hafa heimili á pappa, þá fremur hann endranær. Og þetta var, það hljóma kannski líka undarlega að segja það, þetta var erfiðasti tími lífs míns.